Við fórum inn í eldhús. Pabbi var að klæða sig í spariskyrtu og að þeyta rjóma. Mamma var að mála sig í framan og setja hárið upp í hnút og að skreita kökuna, allt á sama tíma. Mamma leit upp og fraus og misti sig. Páll Erlingsson, farðu í eitthvað, hrópaði hún með geðveikis glampa í augum. Það svo óþægilegt. Ég svitna svo út af hækjunum. Kastaði hann fram sjálfsörugur. Ding dong! Dyrabjöllunni var hringt og Siggi hljóp fram. Ef þú ferð ekki ból, verð ég bera ofan líka, hvæsti mamma. Kata, nei, sagði pabbi og Palli leit á það sem stuðningsyfirlýsingu. Einmitt. Ætlar að vera að bera ofan í afmælislega Stellu, fyrir framan alla. Einmitt, sagði Palli sigurviss. En hann fagnaði og snemma. Palli, mamma, sagði ég biðjandi. Það hefur komnir gestir, rópaði Siggi dyravörður og formaður móttökunefndar. Mamma losaði efstu töluna á blúsunni sinni. Mamma, nei, ekki reyna þetta, sagði Palli og glotti. Mér leist ekki á þetta. Hann þekkti mömmu greinilega ekki alveg nógu vel. Ef ég hefði lært eitthvað mömmu á liðinni viku, þá var það að hún lét ekkert stoppa sig. Siggi kom hlaupandi inn í eldhús. Stella, gestirnir hefur komnið, allir í einu. Mér langaði fram að taka við hamingjóskum og gjöfum, en mér leist ekki á andrúmsloftið í eldhúsinu. Afmælið að byrja og mamma að fara að gera eitthvað klikkað. Ætlarðu að fara í eitthvað? Spurði mamma ögrandi. Slakaðu á, mamma. Gestirnir eru komnir og svona, sagði Palli, tók sleif með kökudegi á og sleikt hana. Jæja. Hafðu það eins og þú vilt, sagði mamma, kippti blússunni yfir höfuð á sér og smelti sér úr brjóstahaldaranum í einni hreyfingu. Nei! Hrópaði ég leið og gestirnir komin í eldhús.